spurningin Are you ready now? Klukkan orðin 4. Það föstudagurinn 20. og 9. mars. Það kom apríl. Auðun Blöndal heiti ég og situr í mínu sæti. Og beint á móti mig situr Egill Vöðvingi Gilsson í sínu sæti. Hann á sínu stað. Vertu velkomin, Egill. Já, þakka að kella fyrir. Gaman að sjá þig. Já, sem leiðis. Og sem gestastjórnandi í dag litli bróðið þáttarins, heitt á graðast á landinu, Rikki G. Vertu velkomin. Já, við slum sleppum þessu samt. Þetta er eitthvað nýtt. Þetta er ekki nýtt. Það var satt að segja við okkur rétt fyrir þátt að það var einhver ekstra græddi. Nei, það er engin grædda. Það er mjög langt frá því ég að horfa hérna út. Sem golfari þá er engin grædda í mér. Nei, það er enda blíða núna. Það var hríð á þann. Við búum þetta er óákveðnasta land í heimi held ég þegar það kemur að veðri. Það er að koma apríl sko, það er ennþá snjór úti. Já, þetta er viðbjör, þetta er ógeð og ef að Íslendingar þurfa einhvern tímann góðan þátt þá er það núna. Það var ekki skemmtilegu dagur í gær við, bara óskum Vá allsins, starfsfólki Vá, fyrir starfsfólki Vá allsins besta. Já, þetta er mjög þreytt. Já, þetta er leiðilegt maður. Ég er búin að fljúa með Vá og ég er bara búin að fljúa með Vá undanfarna ár. Ég er mjög harður Vámaður. Já, þú varst harður Vámaður þá. Ég er ennþá harður Vámaður. Það er erfitt, það er ekki til lengur. Gilsi komur að bræða að fljúa með Vá og komnir á bræðið eitthvað. Já, öll teneflugin. Vá. Geggjuð. Ekkert vesen. Nei, þetta er byrjandi sko. Það fara beverage og krakkir með eitthvað vesen og bara hent ykkur drast líka. Já sko, það er með fullir vinningu fyrir Vá að þá getur þú gert það í öllum flugferðum. Já, sér líka flippari, eru vanlega flippari öðru flugfélögum komið með comedy þegar þeir eru að tala um hvernig þú gátt að gera ef hún rapar og eitthvað. Já, og líka þegar við vorum að fljúa þá sagði því miður, þá serverum við ekki kleinurringi. Já, geggjað comedy. Þetta sá enda mig í vilna. Ég kunna með það. Finnast sér hýrt. Már hættur að sakna grinsins. En eins og ég segi, þá ætlum við að skemmt ykkur í það, kæru hlustendur. Við erum með, þrjusu þátt. Við ætlum að fara í spurningakefni Gilsarans. Hvað er í dag? Ég með þess að ég er búin að spyrja, glemt að spyrja á Instagram. Já, það er King of Gamli skólin. King of Gamli skólin? Já. Hræði mig, gætur þið ógeðslegt. Ég ætla samt að viðurkenna það. Ég hlustaði á okkur í Glasgow síðasta föstudag og þegar ég heyrði spurningakefnina ég dattnast í sætin á Fridays. Hvað var áttu spurningin í King of Sköllóttur? Hvað hefur einhver sagt við þig? Hvað var það? Gefðu mér að you bold motherfucker. Já, alveg rétt. Hefur einhver sagt við þig í samlífi gefðu mér að you bold motherfucker? Það var hressandi spurning. Ég var ekki gæla með blöð, þá myndi ég segja þetta. Þú var ekki gæla með blöð? Þannig við bara hætti að tala svona og það strax. Við erum með meira. Við ætlum að fara í fyrsta sinni langa tíma í flottulakeppnina og það er rosalegt tema í dag. Það er a sex song. Já. Hver er með besta lagið þegar kemur að samlífi? Talandi samlíf. Þá með hvort öðrum með það? Nei, bara væntanlega þegar þú ert með konunni. Já, ok. Svo er það nýjasti dagsfjörlurinn hvor ykkar og fleiri. Þannig að það er bara nóg framöndan. Við ætlum að vera með veislu. En eru þið ekki feskir hennar strengir? Jú, mjög. Hvernig var í Glasgow, ekki? Geggjuborg. Ég sé hvaðan þú hefur skemmtileg heitin og hérna grínið. Já, djöfust brá mér. Pappiðin er eitthvað mesti meistari sem ég kynst á æfinni. Ég hef aldrei verið hræddur og þegar ég fekk senda mynd af Rikka G og pappa mínum saman á Fridays. Það eru tveir menn sem höndla ekki drikki sko. Rækstu bara á pappa blöð? Já, herðu, og svo bara ég sá það bara á myndinu, þeir voru báðir í því og ég hugsaði með mér, Guð hjálpi fólki að henni. Því að þetta eru tveir menn sem bara höndla ekki drikki. Og fenguðu ykkur í glasfélaganina? Já, sást á myndinni. Við fengum okkur 2 könnur. Ég baði 2 pine mai. Hvað baðstum? 2 pine mai. Með geggjaðar heim. Það er bara að sé skoti í stúdíónu. Skoti sjálf. Sko, Rikki, nú var ég að spyrja. Við ljúum aldrei að hlustendum. Nei. Aldrei gert. Rann af þér í Glasgow? Þegar konan voru þarna í romantískri ferð. Já, ég ætla ekki að segja romantísk. Við vorum bara að vesla og wine and dine og Já, þetta var wine and dine og vesla. Geggjuferð. Voru þið bara wine and dine og vesla? Já, þú ert svo veraldavannum. Við kynum það, stutt á milli Kvestbjórs. Já, ok, þá verð ég að spyrja öðru. Og þetta er eitthvað sem ég ætla að spyrja að þú, það er bara fínt að spyrja í útvarpinu. Þegar þú setur myndar á Instagram, þú og konan saman og segir Glasgow er geggjuborg, aldrei hitti að mikið að vinalögu fólki. Hvað varstu búið með marga þá? Herðu, það var komið aðeins í mig. Aldrei hitti að vinalegt fólk. Við vorum á steikhúsi og
svona, ég var að fá steik á borðið sem var sko búin að meirna í 86 daga. Ég veit ekki en ég var í góða heiminum. Já, maður fann það einhvern veginn á textan. Hefur þú komið til Glasgow? Ég hef ekki farið, Já, en mig langar að fara. þetta er Rikki búið að tala vel þetta. Já, það er bara eins og Rikki sé orðin talsmaður Glasgow. Og líka ofan á það að hérna, þú ert komin út í vél og þú ert lendur. Já, þetta er stuttflug. Þetta er innan við 2 tímar. Já, þetta er næstuð bara eins og fluga til Akureyrar. Þannig að það er gósi. Rikki er hún talsmaður Glasgow og þú ert eiginlega svona pínu talsmaður Tenerife, Egill. Já, það er nú búið að fokka upp hérna fluginu mínu. Nei, Æsland er flýgur til Tenerife. Þú getur alveg farið þangað aftur. Já, fyrir 1,3 ár. Getið miður ekki staðið í því. Þannig ég þarf að taka núna Ekki við panta snemma. Ég þarf að taka núna stopp í London. Nei, hvað nenni ég því ekki bara. Víta flýgur beint og svo verð ég sko, eins og mér finnst leiðilegt að vá sé bara á hausinn að þá er Æslandi 10 svona betra flugfélag sko. Að fljúga með Æslandi er bara alltaf betra Ég gæti ekki verið mér ósammála. Ég er 100 ára gamla vélar. Maður getur ekki tala á næsta mann sem vil háa það inni. Hvaða vélum Ég er þú elska bara að að vera fljúga í í? Airbus og það er bara þögn. Nei, Eldgamalt og rusl sem Æslandi er inn þess. Ég Nei. rukkaði sinnum 2 á allt. nei, ég er ósammála. Mér finnst þetta geggja flugfélag. Mér finnst það betra en vá en Ég er harðu vámaður. já, það er ekki hægt. Þeir eru hættir Egill. Ég er ekki að kasta þér naglaðin. skúlebúnaði. Já, ég er þetta fighting for it. Jæja, það er gott að sé einhvern færing en þá fyrir vá. Við ætlum að fara hér í, svona fyrsta lag þáttarins og það er ekki fyrsta sinn sem ég byrja þessu lagi en það finnst mér að sturla og það kemur mér í föstudagsskýrin. Þetta er Netan. Vissi að ég myndi fara langt En þegar við sýrumst að tól eftir myrkur Og ég tek að mér þessi koronu klingur Ég horf á hana og ég allt þetta skilið Vangaveltur ég nóg fyrir ykkur ég nóg þegar við sýrumst að tól eftir myrkur Og ég tek að mér þessi koronu klingur Ég horf á hana og ég allt þetta skilið Vangaveltur ég nóg fyrir ykkur ég nóg Það er góð spurning, er ég nóg fyrir ykkur, herra Hnetusmör hér með vanga veltur þeirra hlusta á FM 95 Blö á þessum, fína föstudegi og við þökkum ykkur kella fyrir það og ætlum að, henda okkur í slúður. Er þið tilbúin í slúður, drengir? Já. Ég er með þess að með slúður sem að þú er ánægð með, Egill. Ok, er Stephen Baldwin í því? Stephen Baldwin er ekki í því, en hvernig líst þér á Nicolas Cage? Wow, mjög vel á það. Hann, Hann gifta sig á dögunum? Já, og vill ógildingu. Nei. Já, hann gifti sig fyrir 4 dögum síðan en það er allt farið í skítinn núna og hann vill ógildingu eða, þannig að þetta þurfi ekki að vera skilnaður. Hvernig er það? Hvernig er þetta ekki? Hann hefur verið mökkar. Hann var sem sagt að gifta sig í Vegas. Já, ok, maður segir sitt. Hann gifti sig á laugardaginn í Vegas og hún heitir Erika Kolke sem hann giftist og nú vill þessi 55 ára gamli leikari ógildingu og er ekki lengur ástangin og hann var á laugardaginn. Ég verði til þess að vídeo af þessu. Allan hefur verið í góða heiminum með það? Já, ég veit ekki hvort þetta flokki sem góði heimurinn sem hann var í hérna. Ég held að hann hefði verið bara alveg á síðasta snúning sko. Fæsi stundu kallinn. Já, og ekki ætla ég að fara að dæma fyrir það en er ekki orðið svolítið síðan að Cage-serinn var í góðri mynd ef út í það er farið? Hvað er síðasta góða mynd með Nicolas Cage? Það þarf ekki þetta, þegar þú átt Con Air, The Rock og Face Off, þá skiptir engu máli hvernig þú átti síðast góða mynd. Jú, það skiptir víst máli. Þú átt svona 3 bestu myndir af 5 bestu myndum sögunar. Þetta er ekki 3. Þá er enginn að gefa það skít. Það er enginn að tuða í Cage. Hver segir þetta séu 3 af 5 bestu myndir sögunar? Hver eru hinn að 2? Þá Rocky og Rambo eða? Það er enginn að segja núna við Nicolas Cage. Þú voru bara að gera hugafli. Já, ok. Var ég The Rock? Eða þú? Heldur að það sé svarað hans? Já, ég lofa það að svara hans. En þau eru samt búin að vera Sér var saman hann góður í Kick-Ass. Já, reyndar, ok, þú bjargaðir þarna. Það er síðasta góða myndin hans. Kick-Ass var geggjuð og hann var rosalur þar. Og líka Bangkok Dangerous. Aldrei heyrt það mynd. Ghost Rider, hann var góður í honum. Þetta hljómar eins og bara einhver hræðileg klámmynd sem vorst að tala um það. En sko, þau eru samt búin að vera saman í smá tíma því að þau voru í Los Angeles í apríl, í maí á síðast ári sáðust þau haldast í hendur. Ég er eitthvað svona aðeins að googla þetta einna. Þannig að þetta var ekki eitthvað svona, hann kynntist henni ekkert við rúllettuborðið og ákvaða að gifta sig. Pældi því, hann var það mikill Elvis aðdáandi hann náði dóttur hans. Já, þau voru gift í 2 ár. Lisa Marie Presley og Elvis, Jesus og Cage. Þannig að þetta var ekki þetta var töluvert styttra hjónaband. 4 dagar. Rikki, hvað ert þú búin að vera gifta lengi? Ég er búin að ná 3 mánuðum. 3 mánuðir? Já, heiti það eitthvað? Ertu bómull eða eitthvað svona að geta? Er það bara að tala um ár alltaf? Það er bara í árum. Já, hvað, þú giftið á aðfangadag? Já.
Finnst þér eitthvað munur að vera giftur eða ekki giftur og kemur heim á Góð kvöldin? spurning. Nákvæmlega engin munur. Nei. Nákvæmlega engin. Nei. Samlífið bara svipað? Já, hver er næsti móli? Og jafn mikil hamingja bara. Já, bara, þetta er frábært. Já. Hvað er hérna, í hvað þættir við? Doktor Blöð hérna, þeir maður ræða máli. Já, þannig að þú finnir enga mun eftir að þú giftir þér ekki. Aftur, nei. Nei, ok. Þá talandi brúðkaup ætla ég að fara í annan sem að þú ert mjög hrifin af og það er Tom Cruise. Yes. Það er aumingi. Já, hann er núna búin að banna Nicole Kidman í brúðkaup svona síns, svon þeirra. Hvernig getur hann bannað Það lítur með frábæra ástæðu fyrir því. Já, ástæðan er svo að svonurinn er í vísindakirkjunni eins og hann en ekki hún. Geggjuð ástæða. Ég verð til að vera í þessari kirkju, það sé gaman í henni. Já, þú ættir heimaður, þú ert svona ekta típa sem hendir peningnin í kjaftaði. Ég sé gaman í þessari kirkju. Ég held þú sért eini vinur minn sem er það heimskur að þú myndir fara í Já, þetta. það hljómar Bara vel. því að Tom Cruise er. Væri þetta að selja honum það? Já, Ég var aldrei neitt neikvægt að vera þarna. Nei, hvað? Þetta er líka fríðindum og Hvaða fríðindi? Tom Cruise er ánað þarna. Frítt í sund eða? Það ég hef ekki heyrt einn fríðindum að vera í vísindakirkjunni sko. Get ég skráð mig? Bara núna að ég myndi Tjóð var að fyndi, veist að ég held ángríns að þú myndir skráð þig Já, í mig langar. vísindakirkjunni. Það Maður er sem ef ég að geta, þú veist, frá Íslandi En bara er ekki alls konar reglur þar? Jú, fullt af reglum og fylgja þeim bara, þetta er ekki flókið. svo ertu fastur af því að þú varst að byrja á því að opna allt sem þú hefur gert í lífinu og þess vegna það talað að John Travolta sé ennþá í vísindakirkjunni því þeir vita hans í samkynniður og það er allavega eitthvað svona slúður og þú opnaði með allt og þeir vita allan skítun því þannig að það er mjög erfitt að komast úr vísindakirkjunni Það er gott að vera í henni, sko. Það er ekki gott að vera á mótinni, sko. Ákveður er gott að vera í henni? Það þegar sér eitthvað hugsa vel um Tom Cruise. Nei, ég held að hann sé meira að hugsa vel um þá bara, ég hugsa að hann sé búin að dæla öllum peningin sinum í þetta kjaftaði sko. Þannig ég get ekki sagt Ég held með honum í þessu atriði. Hann hleypir bara ekki Nicole Kidman í þessa veislu því miður. Já, hjá sinni sínum. Ég verða Já, þetta er sko svo ef það er löngu vitað að Tom Cruise misti það fyrir mörgum árum. Eftir ég sá hann að það hjá Óbru, hoppandi í sófanum, þá hugsaði maður með sig bara, herðu ok, hann er farin kallinn. En ég meina, væri hann besti vinur David Beckham ef hann væri farin eða? Hlýtur að vera eitthvað í lagi með hann. Hann er ekkert besti vinur David Beckham. Já, þetta eru vinir allan. Já, Bjöggi Tór og er góða vinur líka. Hallaræslegasta moment sem ég sé þegar Tom Cruise var á Santiago Bernabéu þegar Beckham var að spila og hann vil ekki vita á hvort marki var verið að spila sko, og samt klappandi hana En sko, Tom Cruise, talandi að Nicolas Cage eigi ekki góða mynd, þá hefur Tom Cruise ekki átt lélega mynd held ég. Nei, hann skýtur ekki mikið á sig. Nei, við verðum að gefa hann það sko og síðasta Mission Impossible með hann deliverar alltaf. Já, ég held með hann þegar kemur að kvítartjaldinu en hann er í ruglinu og hann er með sko, hann er að fara að gera 2 Mission Impossible 7 og 8 announced vel gert og Top Gun shit hvað ég er að fara á þá mynd Maverick, Top er Gun það Maverick grínast eða? Hvenær kemur hún út? 2020 Er hún ekki hann það Guð minn gamalt? góður. Má hann fljúa í þeirri mynd fyrir ellið? wow, Val Kilmarin líka Býttu, dó hann ekki? greinilega ekki Hæ? Dó hann? Nei, það var ekki að The Iceman sem dó, var ekki Goose Herðu, svo er það Ben Affleck. Þetta er reyndar valla slúður en Playboy fyrirsætan Sean Sexton heitir hún vist. Hún átti í stuttu sambandi Ben Affleck. Já, Sexton, hún er 23 ára, hann er 50 og hún vil meina að hann sé mjög óþroskaður og hægir sem svo krakki og sé afbrýðsamur og þetta er eiginlega ekkert neitt. Allavega, hún talar ekki vel um Ben Affleck og hann er reyndar, það eru góða breytar honum líka, hann er búin í meðferð og er að taka sig saman. Þannig að til hamingju með það, Benni, út að hlusta og bara gangiði vel. Þetta var slúðupakki dagsins hér. það var ágættur höfur Var hann ekki alltaf? Já, með Nicolas Cage og Tom Cruise fyrir. Við skuldum auglýsingar og svo förum við í, hvor ykkar? Besti hvíti rússin í heimi er á Lebowski bar. Freyju draumaegg, ævintýraleg blanda af súkkulaði og lakrís. Fáðu þér páskaegg frá Freyju og þú gætir unnið ævintýralega vinninga. Freyja. Biljarbarinn, fyrir vinkonurnar. Biljarbarinn, Faxafinni 12. Hollur og hrikalega góður skyndibiti Exo, Jóðarhúsinu og Smáralind. Líklega besti holli skyndibitinn á Íslandi. Norðanfiskur einfaldar eldamennskuna fyrir þig. Eru með úrval sjávarfangs og tilbúna fiskrétta klára í ofnin. Humar, rækjur, lax og margt fleira. Sendum hvert á land sem er. Norðanfiskur. Tryggðu þér raunveruleg gæði í endingagóð eldhústæki og innréttingu hjá Eirvík. Vertu velkomin í Verslun Eirvíkur, Suðurlandsbraut 20. Það verður framúrskarandi dagskrá á Stöð 2 í apríl. Íslenskir þættir eins og þeir gerast bestir. Atvinnumennirnir okkar. Hvað er búin að láta spata mig? Nætur gestir. Nú fékk ég gæsahúð. Heimsókn og sporðaköst. Það var lagilegt!
Vandaðir erlendir þættir Game of Thrones, Our enemy doesn't tire. Killing Eve. I think I might have killed her. Þar að auki fjöldin allir á stórgóðum þáttum og auðvitað þrælskemmtilegar bíómyndir fyrir alla fjölskylduna. Tryggður áskrift í síma 1817 eða stöð2.is. Nauthóll brönns helgar. Nauthóll við rætur Öskjuhlíðar. Nauthóll.is. Smirnoff kynnir Dawn, Prins Polo, Octavian, Gus DJ set, Flóni, þú og allir hinir á Sóna Reykjavík 2019. Tryggðu þér miða. Enski barinn með happy hour frá 4 til 7 alla daga. Sjáumst á Enska barnum við Austurvöll. Nú eru sófadagar í Tekko Habitat. 10-40% afsláttur af tungusófum, hortsófum, leðursófum, já bara öllum sófum. Tekko Habitat, Skógalind 2, Kópavogi. Fermingarskraut og blöðrur. Partýbúðin. Mér langar í hambúrgara, mömmu langar í fisk, pappa langar í steik. Hvert er að fara? Grillhúsið. Góðir í öllu. Poppaðu upp tilveruna. Nóa Popsmellur nýtt og ómótstæðilegt súkkulaði húðað popcorn sem einnig fáanlegt með pipardutti. Grípandi smellur sem tyllir sér beint á topp vinsældalistans. Popsmellur, nýjasti smellurinn. Ég veit ekki hvernig þetta lag laumaðist hér inn. Ég vil minna fólk á það 2019. Þetta er hér ógeðslega lag Bailando með Paradiso. Og verður ekki spilað aftur í þessu þetta. Hver komst í græðinar? Loksins spilaður gott lag og þú töðar í því. Nei, þetta er ekki gott lag. Þetta var ekki gott að koma út og hvað þá í dag? Þetta er bara besta lag sem ég heirt. Nei, þetta er ekki besta lag sem ég heirt. Ég var á Benidorm og hlusta á þetta. Hvað eru að fara oft á Benidorm? Of oft. Ég fari eitthvað 3 með blöð. En þú ert hættur að fara. Þú er ekki farið 3 með mér. 3 með blöð? Ég fæ bara í magan og heyra þetta. Ég og blöð vorum paparazzaður og einu sinni á stundinni. Það kom frétt í TV. Það var hræðilegt. Við vorum Maximi að reyna að fela okkur á Benidorm og svo kom bara fréttin á TV fyrir við værum þar á einhverju segways. Á einhverju segway hjóli. Já. Paparazzaður. En ákveður þetta hættur að fara til Beni fyrst að það er svona geggjaðar? Ég er ekki hættur því. Ég var bara sko að fluga bara síðast daginn. Fer alltaf á tenni núna? Bara beint til Alicante, hálftíma rúndur, komið til Beni. Eina jákvæð við Beni er að þú ert öruggur með gott veður. Það er ekki eina jákvæði Beni eitthvað. Nó, hvað er hana? Það er bara þetta geggjart. Ég og blöðurum að fara til Alicante í oktober. Til Beni? Nei. Oft er menn fætt í Beni og þorar ekki að segja Beni og segja Alicante. Alicante er Beni. Við erum að fara í golfferð, við erum ekki að fara til Beni. Já, síðan þegar búið að golfa þá fara menn og á stikki viki þá segir kantan. Ég held að hún sé nú meira dáingreið. En hérna, það er komið tíma á dagskrálið sem heitir Hvor ykkar. Já. Og þetta er svona nýjasti liðurinn í FN95 og hann er ekki flókin. Þetta er svona pínu debate. Þetta eru 3 spurningar og þið að segja bara hvor ykkar. Það sé nokkuð skemmtileg höfður. Ég er ánægður með. Þetta er góð liður. Ég ætla að byrja hér á einni svona sem að ég var í vafa sjálfur. Hvor ykkar hefur orðið sér ofta til skammar? Rikki G. Þetta meina út á lífinu eða bara almennt? Bara í lífinu, já. Bæði út á og í lífinu. Rikki var aldrei orðið til skammar. Hvernig var Rikki orðið til skammar? Jú, ég er nú alveg orðið með til skammar. Það er Ég er bara alltaf að hann fæsir í glas sko. Nei, ekki alltaf. Ég sopnar og DJ-graðurum hann. Það var svona DJ sem ég veist eiginlega bara að vera sexy move. Hvenær sopnaður á DJ-græðunum? Það var 2005, ég var erfiður dagur og þreyttur bara þannig nóttina. Varst það DJ á skemmtist þá og sopnaður við græðunar? Já, ég lagði mig ykkur á 4 mínútur. Það var nákvæmlega sem gerist. Það er hræðilegt. Lagði mig ykkur á 4 mínútur, er það glæpur? Fólk spurði já, ef þú varst að vinnast þinn DJ, þá er það glæpur. Hann lagði sig aðeins. Á hvaða stað var það? Og Club Opus sálu ég. Club Opus? Ég hef aldrei Rikki er opið með allt. Hann er ekkert mikið. Ég hef unnur saman lengi sport og svona. Hann var ekkert mikið til skammar þar. Það segir mér alltaf allt. Kemur nú skrifstöð og gerir sig. Ég lendi í því. Ég var að hrista mig í gaur og við gólfumstöðin og konan labbaði inn. Ég fæði alltaf svo guldslitt sögur. Það er einmitt ástæðan fyrir ég er hættur að segja allir hluti. Það er ekki sniðugt að segja allir hluti. Nei. Ég er líka hættur því. Ég veist hvað, þetta lífgaf á daginn. Það var skrifstöð og Rikki kom og sagði mér eitthvað good shit sögu. Sko, ég reyndar, svo varstu líka til skammar eins og jólabílunni fyrir 10 árum síðan. Já, það er rétt. Þá svafst á gólfinu á baði þegar allir voru að píla. Já, það voru nokkrir félagar. Já, ég er að tala ætli ég verið ekki að henda mér á þetta. Ég verið að henda mér undir rútuna þetta. Egil gerir ekki neitt. Jú, ég hef oft verið. Nei, ég ætlaði nú til að planta sig. Já, ég planta mig. Þessi jóngrun geta að segja, þá stend ég bara svo planta.
Varst þetta skammar í bílnum á leiðin til Atlantic City á ásáttíð F95 blöð? Það er bara svo fáir, húst. Ertu að tala bara í kringum marga eða vini eða... Ég var bara svona að hugsa, hvor ykkar hefur orðið sér ótt til skammar? Ég myndi segja þetta dead tide sko. Dead tide, takk Gilsi. Ok, hvor ykkar væri líklegri til að sofa hjá karlmanni? Nú er þið báðið gagginniði menn. Hvor ykkar væri svona líklegri í eitthvað svoleiðis flip? Það verður alltaf eftir hvað karlmaður það er. Þetta er sennilega auðvöld að svara söguna. Þetta Gilsi hann alltaf. Já, hann hefur gefið opinberlega út að myndi sofa hjá karlmönnum. Nokkrum alltaf. Ekki hverjum sem er. Ekki hverjum sem er, Matthew McConaughey. Ekki á svo að vera knút til dæmis. En þú myndi... En ég myndi til dæmis, en Matthew McConaughey myndur alltaf hérna inn núna. Ég viðurkenni það, ég verð til að skoða. Myndur þú sofa á Valdibinni? Myndur alltaf að fá það og happy ára félagarnir. Slaka nokkuð niður. Þú hefur spurt okkur nokkur svona hvort við myndum borga 25 skall fyrir að sofa hjá Valdibinni. Ég væri til í Valdaran. Já, ok. Ég viðurkenni það. En Rikki, einhver svona listaði á þér? Nei. Nei? Ég veist, mér finnst kallmenn, ég get alveg sagt að kallmaður sé huggulegur en ég myndi ekki sofa hjá honum. Nei, þannig að þetta er Egill, þetta var létt kannski. En þá spyr ég í lokin, hvor ykkar er betri eiginmaður eða kærasti? Hvor ykkar fæði þann titil? Eru þið góðir, já, náttúrulega nú ertu giftur ekki en ég ætla samt að segja bara, eru þið góðir kærastar? Varstu það að vera giftið? Já, ég gerir sitt best allavega. Já. Erum við ekki ágættið þessa dagana fyrir? Já, þessi sem að standa okkur ágættilega. Við erum að viðra kólundar og fara með það til tenni. Já. Það er bara, er þetta dead tight líka? Við gerum lítið sko, við förum bara einhvern veginn í vinnuna og heim. Já, en svo er það kannski ekkert endilega gott að þið gerir lítið. Nei, ég meina, það er kannski eitthvað sem við getum lagað félagarnir. Ég er duglegur að elda heima og hérna. Eldar þú meira heima en konan? Rikki er endur orðin að masterchef. Er það? Mér finnst bara gaman að elda. Ertu góður í eldhúsinu? Já, ég er ágættur í eldhúsinu. Ég eldar endur líka mikið heima. Já. Þannig er þetta bara jættibli okkur félagunum með hann? Gott að vel. Já, samt. Ég held að þetta er ekki takk í dag. Út af því að þegar hann kom röltin í eldhúsum daginn og girti niður sig. Herðu, hérna við bara látum þetta, hérna, það var bara skemmtilegu liður. Það var rosa move hjá Rikki. Já, frábært. Power move. Power move? Hver talar svona án gríns? Þú veist, Egill. Power move. En ok, sko, þetta kom í þætti, þá var ég ekki hérna. Nei. Þegar þetta kom upp, þetta dæmi, hérna, þú hefur gert svona huggulegur í eldhúsinu. Má ég spyrja, ég hef aldrei spurt þig, hvernig var þetta til, fattar þau? Var það þitt frumkvæða? Já, pottitt, já, mitt bara klart mál. Já? Hérna, ég fann að svitna á baki. Herru, við skulum, losa Rikka. Hér er lag sem ég skil ekki enn í dag, hef ekki orðið heimsfrætt. Þetta er upp á slæði hans Egils og sveimi þá, þetta er ekki upp á slæði mitt líka. Antonija, eitt gammalt og gott. Og já, það styttist í spurningakeppni Gilsarans. Það er King of, hvað var það? Gamli skólinn, já. Þeir eru meira af gamla skólan. Hvað er að vera af gamla skólan? Það kemur ljós í Er það Richard? Já, ég hugsa sér ekki. Já, það veist, þú ert eldri aðeins, þú ert nokkur ára á hann. Blöðbúin að lifa tíman að tvenna. Já, það má segja það. En ég ætla að nýta tækifæri hér og minna á atvinnumenn okkar sem byrja á sunnudaginn, svo ég gleymi því nú ekki. Það byrja á sunn. Já, fyrsti þáttur Halldór Helgason. Ég veit ekki hérna, ég hef ofta að horfa alla seríun en ég er spenntastu fyrir þeim þætti. Hann er geggjar og ég held að ég ætla að koma fólki á óvart hvað hann er að gera sturlaða hluti. Ég er spenntastu fyrir Katri Tönju. Já, hún er þáttur 2. Hlakka líka til að sjá hvernig Rúrik lifir hann úti. Líka spenntastu fyrir því. Líka að sjá ekki að þetta hrista sig við þeim ég lofa ykkur því, hvort þið hristið ykkur ekki, það er annar mál. En við erum að senda að tekja störstu atrið með honum, bara random atrið, hann er störstu, enginn að tala, bara finnst þér það líklegt? Já. Ég hefði heimtaði bara þarna. Sturlaði störstu í gamli. Og talandi atvinnumenn, þá ætla ég að senda stuðkveði til Barcelona því ég veit að Aron vinnur okkar, já, besti handboltamaður Íslands er að hlusta. Hensendes Jares. Já, Hensendes Jares er að hlusta. Og já, í þeim orðum ætlum við að fara í kortmunduru frekar og það er okkar, eini sannig Rikki Keflættur sem er það. Takk að kjærlega fyrir. Eitt sem ég vil líka koma á, ég ætla að koma með það svona 20 sinni eins og þetta. Eitt mestur kongur Íslands, Ævar Gudmundsson og ammæli dag. Það er reynda rosalegt til að hafa mikið með daginn. Og hann er hlustað á alla þætti. Já, hann er pottet að hlusta. Og hann er fellow bodybuilder. Ef einhver á skilið ammæliskveði í F95 blöð, þá er það Ævar fucking Gudmundsson. Kynntist Ívar 2003, hann er ekki breyst síðan. Hann lítur nákvæmlega eins og út.
Hann er alltaf bara helskafinn, bekkjar 160, alltaf skælbrósandi, elskar vodka Red Bull, ég elski ykkur. Ég man þegar ég kynntist honum fyrst, þá var ég úrslega hrættur með aldrinum myndi augun og hann lokast alveg, en það hefur ekki gerst. Hann er ennþá bara lítur nákvæmlega út í dag og þegar ég kynntist honum. Því líkur snillingur. Herru, ég samti þetta áðan í hádeginu. Er þetta HK, er þetta venjulegt? Nei, þetta er venjulegt í dag. Gott að heyra. Ég heyrði nefnilega hjá Jóa Ásbjörns síðasta helgi. Hann er mjög góður. Já, gróður eiginlega ég. Gróður og góður. Herru, fyrsta. Hvort myndið þið frekar ganga í sömu nærbuxum alla ævi eða aldrei aftur tala við mömmu ykkar? Þetta er létt. Já, þú veist, það er erfitt að setja sokk í móðin. Já, ég bara, það er ímislegt sem ég myndi gera verra heldur en að ganga í sömu nærbuxunum í staðinn fyrir að tala ekki við mömmu mína. Var þetta oflétt eða? Já, það var eins og þreytt að vera alltaf í sömu nærbuxunum, sko. Alla ævi. Það er ekki að skýti í þig og alltaf sömu nærbuxunum. Bara verið laus við það sem ég var 7 ára. Það var síðast mér skeiti inni. Þreytt eða blöð ætlar að taka gott skvass með Richard og... Já, en þú getur ekki hægt að tala um mömmu þína. Sveittu þið ekki vel félagarnir í skvassinu? Já, sveit mjög vel. Ok, þetta var velt. Gilsari, þú ætlar að vera með mömmu? Já, þetta er sama svar hjá okkur félagum, við getum ekki... Sko, þó að svari væri hitt, þá myndum aldrei segja það í útvarpinu. Góð punktur. Þetta var hreinskilið fyrir hlustum. Ég veit það, en það var þetta létt svar. Númer 2, aðeins erfiðari. Hvort myndið þið frekar að bjalla færi í gangi hvert skipti sem þið eruðu graðir og það myndi heyrast vel í henni eða verða aldrei graðir aftur? Hvað meinar bjalla? Bara svona þú sér eitthvað píu og verður graðir svona bara ding 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 ding. Þetta er einhver skrítnasta spurning sem ég fengið. Þessi bjalla var í gangi non-stop eða þetta var Richard, sko. Það er bara, hún var hangandi yfir alltaf sólarhegin. Það með þú veist, þreytt blöð og okkur skemmtist einn á B5 á flöskuborði og... Já, bara enga líkur. Bara 0 líkur og að fara einhver bjalla í gang. Þetta er gott koncept. Einhver bjalla, eða bara aldrei aftur gráður. Hann er hagkaup. Já, sér eitthvað. Og allt er með bjallan í gangi. Fólk snýsir við. Og fólk veit það. Já, ég meina að vita allir. Sko, þegar ég get sagt þér eitt, þú ert að verða fertur, þá ert ekkert í hagkaup og verður gráður. Það er alveg sama hvað er í gangi þar inni. Og það er bara 100%. Þannig að ég er nokkuð safe bara nema ég sé svona... Ég meina, þú færið 1-2 og færið eitthvað út og sér eitthvað fengulegan kvennmann, þá er það gráður, sko. Nei, ég verð ekki gráður. Ég hugsa kannski, vá, þessi sætt. En það er ekki eins og ég verð bara ekki bjalla myndi að vera í gang. En ég tek bjalluna. Það gerist, ég hugsa, sé ekki það algengt að hún fær í gang. Þetta er ekki svo þú var 16 ára, sko. Nei, Rikki er greinlega þar ennþá. Hann bara hugsaði að hann fyrir hagkaup á að vera hann gráður. Ég var að mæla hún testan á hann er undir lægstu mörkum, sko. Já, því miður. Hvað þýðir það? Hann er bara... Basically, ég gangandi estrogen. Hann er með testa á 75 ára gamla mann. Í alvörinni? En ég er að fara að setja raskatið á hann. Við erum ekki lægi með þig. Hvað, ég er að fara að bjarga lífars. Og no joke? Já, ég er bara, minna, hann er það neðarlega. Hann er áhættu að fá hjarta áfall og heilablóðfall og þetta er bara, þetta er ekki gott. Það er þetta hvað, Gilsan er búin að alveg rétt hjá hann. Aja, ok. Og ég er búin að hafa samband við lækni, ég ætla að mér var að setja raskatið á hann. Og þannig að Rikki verður 20 aftur, þá fyrst verður hann að hrista sig. Herðu, hérna, þið semst allir að sleppa bjöllinni. Ég allavega, nei, ég tek bjöllina. Þú ætlar að taka bjöllina? Það var hinn valmöguleikin. Verður aldrei graður aftur. En fyrst þið eru, hvort þið ekkert graðir, akkur takki bara það ekki. Ég er að segja, auðvitað verði alveg, Rikki, er ekki í lagi með þig? Ég er bara að segja að það gerist ekkert þó ég sjá eitthvað huggulegan kvennmann, þá bara fer ekkert allt í gang. Ég verði alveg graður samt. Já, ég meina, aldrei það, blöð, verði aldrei graður aftur. Nei, tók bjöllina. Já, ætla að segja. Ég sem bara, hún myndi dingla eða bara heima, þannig að það er fínt. Það er bara ekkert af því. En þú ert að dansa við frúna. Já, ef að mamma er í heimsókn þá verði ég ekki graður. Ég fatti þetta ekki eða. En þú ert að dansa ekkjandi dans við frúna á B5 á flöskuborði og bjallan fyrir í gang. Ef ég er að dansa ekkjandi dans við frúna á B5 þá þarf ég bara að láta leggja mig inn. Þannig að þá kemur bjallan því ekkert við. Þá er bara eitthvað að. Blöður að taka Jackson í einhverju bandapartí og bjalla fer í gang. Það var heldur þreytt aðtrið. Svara þú, ógeðut. Ég tek bjalluna. Ég ætla að vera sammála blöð. Þá var það Ég ætla að fá sér bjöllu. Þriðja og síðasta. Hvort myndið þið frekar? Eiga samlíf með Megan Fox með getnaðalim eða eiga samlíf með Matthew McConaughey með Vagín? Vá, tvei geggjaði valmöguleika maður. Þetta er erfið. Þetta er skrítin spurning. Nei, Rikki var frjór þegar hann var búið til dag. Já, frjór eða fullur. Ok, ef ég nota ástu með McConaughey. Já. Hvað sagði ég með? Vagín, sagði það? Með Vagín. Ok.
Já, og ef þetta væri þá Megan Fox og þá er hún með tippi. Já. Ég skilði. Ég tek Matthew McConaughey. Já. Fjandinn hafið. Ekki Megan Fox? Hún er með tippi, sko. Annars væri þetta mjög létt svar. Það er ekki það ég hefði neitt á móti tippum og það er ég bara í hinnu, sko. Betur okkur að hlæja mér, var ég að svara við þetta? Hvað ætlum þú að gera? Ég er bara að sjá þig. Ég er að sjá þig hoppa og taka séns og hoppa á það. Já, hvað ætlum þú að gera? Já, Rikki veit alveg hvað ég vil með McConaughey. Já, þú myndi gera það þó að hann væri með tippi. 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttur. Allt er betra með beikoni. Þess vegna er beikon Towerborgarinn á KFC svona góður. Original kjúklingabringa, kartöfluskífa, ostur, salat, tómatsósa, léttmajónes og auðvitað beikon. KFC. Fermingabörn sem leggja fyrir 30.000 krónur eða meira fá mótframlag frá Landsbankanum. Kynntu þér málið á landsbankin.is. Landsbankin. Smirnoff Kinnir, Object, Cherry, Lil Dragon, GTRN, John Hopkins, þú og allir hinir á Sóna Reykjavík 2019. Þú vilt ekki missa þessu. Eins og Hunter S. Thompson sagði, gott fólk drekkur góðan bjór. Brúdók Reykjavík, frakkast í 8A. Kringlubrunn í fyrsta skiptið á Íslandi á ofur hjóladegi Kringlunar næsta sunnudag. Kynntu þér dagskrána á kringlan.is. Kringlan af öllu hjarta. Súrdeigs pizzubotnar, Black Box Borgatúni. Framundan er lokaslagur í ensku úrvalsdeildinni. Hverjir stíga upp þegar mest á reynir? Vertu í besta sætinu og tryggðu þér áskrift að sportpakkanum á stöð2.is í síma 1817 eða í næstu verslun Vodafone. Stöð2 Sport. Besta sætið. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttur. Það held ég þeirra að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 á föstudegi, síðasti föstudagurinn í marsmánuð, það er að koma apríl. Það er rétt, það er að koma apríl, maður. Og við erum að henda okkur í hvað? Við ætlum að, breyta út af vanunum og fara í flottulagkeppnina á þessum tíma. Hún er oftast seinna í þættinum þegar hún er. En við ætlum svona aðeins að, allt skemmtilegt. Já, breyta það til. Þú ert með þema í dagblöð. Það var þema er sex song. Og ég kom með þetta þema því ég var að búa til stjórnulega staðarindir og þá kom þetta var ekkert skemmtileg stjórnulega staðarind en það er einhver 14% bandaríkjamanna sem eiga sér sitt eigið sexsong sem þeir setja á til að vera að stunda kynlíf. Okay. Þá fyrir að hugsa, hvað væri lagið mitt og hvað væri lagið ykkar og það kom bara þema fyrir flottulegkeppni. Notar þú músík mikið í samlífi? Nei, það gerir ég ekki. Ég verður að viðurkenna það. Og það er eitthvað feimnismál. Erst þú með tónlist eða? Nei, ekki svona ekki þessa dag allavega. Nei, myndur þú ná að klára lag ef það svo að væri? Já, ég myndi alveg halda það. Já, ná að klára. Það er 30 mínútur lag, sko. Já, það er rétt að vona að ég ná að klára lag. Já, Egill, þú að vinna með tónlist á heimilið þín? Ekki mikið. Nei, það var það ekki eiginlega bara meira þar með rúlingur eða? Sveið með þá. En eins og þú lagið þessi út með núna, Ríkard, hefur þú notað það í samlífinu? Svona eiginlega lagið hjá mér og Konni. Nó, það er þannig? Já, þetta lag minnir mig alltaf á hana. Snemma í sambandinu. Já, bara þegar við vorum að byrja saman. Þau varst þessu kanina. Hvað er þið búin að vera lengi saman? Herðu, við áttum afmæli núna á síðasta mánudag, búin að vera saman í 14 ár. Wow, 14 ár. Já, það er ekki smá tími, maður. Það er rosalega tími. Þetta var svona eiginlega lagið okkar og þetta er bara svona. Ég laki þetta að heyra það. En sko, þá skulum bara byrja á þér fyrst við byrja að ræða. Þannig að þú hefur stundar, en það er skemmtilega, þú hefur stundar samlið með þessu lagi, en að hlustundur. Já, er þetta lagið ykkar sem par eða er þetta bara kynlífslægið? Nei, þetta er bara svona lagið sem minnir mig á hana. Ok, og þú hefur verið með þetta í gangi í Sveinarbygginu? Já. Hann er búin að viðurkenna. Ok, ég er vel peppar. Hvað heitir lagið ekki? Þetta er David Gray og All Years Love heitir þetta lag og byrjunin er náttúrulega bara það sem býr til lagið. Ég hef aldrei heyrt þetta lag en ég er peppar. Hér kemur, Grettulagið hans Rikka.
Ekki til ætlas að sköllóttu stjórnandinn að fá að leifa lægin og klárast það Sko, ég sá eitt Eitthvað sköllóttu gæjanda sem bara alltaf komin í mitt lag Ég sá eitt sopnar í stýrið hérna á Suðurlandsbrautinni Ég varð að lækka Eyðilaði þetta bara Eyðilaði momenti En ég veit okkur að konan setur þetta á þegar við komum í svefnherbergi Hún á vonast til að sopnir en ríði sér ekki Herðu Hvað er að þér? En það komið að næsta lagi Og já, það er mjög gott að koma að þessu lagi Ég skal taka bara næsta lag á mig Það Ég mun alltaf hugsa Rikka á baki Þið heyri þetta lag Shit Þegar þú heyri þetta lag, hvað ertu að fara að heyra þetta lag? Létt Já, kannski að létt Ég get svo sem ekkert verið að hlæða mikið Rikka En mitt er ekki rólegt En þetta er svona lagi sem ég hugsaði þegar það var komið að velja Þitt kynlífslag? Já, sex song, það hljómar einhvern veginn skemmtilega Nei, herru, bara slökk á þessu rugli Hérna Ég átti aldrei break Já, ég meina, þú svo það hlustandur 5, 11, 9, 5, 7 Það getur vel úr að vinna þetta 5, 0 Já Mér finnst þetta geggja lag Já, þetta var ágættur Hér kemur mitt Ha? Þetta er alveg lag, sko Já, þú gerir einlega að gefa hann almennilega Nei Býtu, hvað er þetta? Þetta smack my bitch up Nei, þetta er Firestarter Helviti, það er gott tempo hjá Blöð hana Þetta er ekki rólegt þessi og Richard Ha? Hérna, má ég spyrja, í hvað heroin kallar þú að stunda kynlíf? Já, þetta er aðeins öðruvísi en Richard Já, ég meina, þú sopnar ekki með hann allavega Nei, ekki að sofna. Þetta er náttúrulega í höndum ykkar kæru hlustendur Það er 511-0957 Þið veljið, já, besta kynlífslægi hér Og það er einn eftir og það er Egill Já, þetta er bara svona lag sem ég hef notað repeatedly hvort sem ég er einn heima eða í samlífi með mér eða öðrum sem kemur alltaf ekki inn Okay. Og hvað lag er það? Ég setti þetta ítti bara play Já, þetta er Guð minn almáttur Ekki segja mér það Ég neita spilið Ekki segja mér Glætan þetta sé lagið Ég má velja lag Svo allir aðrir Nei, þú mátt ekki velja þetta lag Jú, ég valdi Er þetta það sem ég held að þetta sé? Þetta er þetta Yes, Guð minn góður, suck on my lollipop Oipa Hvað er að þér? Þetta er svo gott lag það Já, þú hlýtur að vera bara einhverjum eitilirinn Hlustið á þegar DJ Alligator kemur inn Þetta er eina sem ég er að reyna að gera ekki Það er að hlusta á þetta lag Oipa Hlusta, nú kemur kóngurinn Hlustaðu Heyrðu það? Minn góður Hefur verið með þetta í Svefnherberginu, verður hreinskilin Já, býttu, hlusta, nú besti partur að góða You wanna touch it? Æru, jæja, þetta er ógæstlegt Ég best afsökun á þessu, það er 511-0957 Og hvaða lag fannst ykkur best? Ég verða að slökka á þessu ógæðin Nei, nú best, hækka þess Hvað það? What the fuck you wanna do? Suck on your leg Þetta er svo vond Þetta er svo vond lag What do you wanna do? I wanna suck on your lollipop Herðu, 511-0957 Hvaða lag fannst ykkur? Já, best af þessu, hvað er það? Fyrstur upp í 4, það er ekki vint 5, okkur 4 FM, góðan daginn Hver fær þitt atkvæði þessari flottu lagkefni? Þetta er einfaldast ákvörðin í heimi, sko. Já, takk fyrir það, er það gamli? Nei, það er vöðvingin, sko. Óiparast, hörðu það, já, takk samt fyrir að ríkja Thank you, man Hörðu, ok, þá fáum við næsta hlustanda. Hvaða lag fannst þér best af þessu í dag? Klárt mál, G-bletturinn. G-bletturinn, já, þú ert í rólulegunum. Já, sjá, hann var svo eini sem var heiðalegu við hlustendur þarna. Já, samt, Nóg mikill maður til að viðkynna það að hann getur sett David Gray á. Já, Hinnum reyndar. hefði verið hent út úr herbygginu. Meistari, ég elska þig Ríkki komin á blað Takk fyrir að hlusta þennur Blöð það punkt Já, ég er ekki komin á blað FM, góðan daginn Má sjá, FM FM Halló Halló Hver fannst þér vinna þessa keppni í dag? Klárlega G-bletturinn, sko. Richard Ríkir að halinn stigum í rólegt og romantist Rólegt og romantist og stertinn Takk fyrir að ríkja Takk meistari Takk að þér, ég elska þig Elska þig, takk Ríkki, elskar alla sem kjósan Þú ert inn í lead, Ríkki Já, 2-1-0 FM Já, það var vöðvingin sem Já, vöðvingin, já
Ringi lagarinn íkæða Auðvitað velur Suck on my lollipop. Það kemur engum óvart. Nei, hann er það ekki. En takk fyrir að ringja og takk fyrir að hlusta. Og góða helgi. Við skulum fá hér næsta FM. Halló FM. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað fannst þér best af þessu? Gilsi. Gilsi, hann er einu atkvæði frá Sigri hér. Ég er ekki komin á blað. Við ætlum að við 5. Hvaða rugg er það? Það er 3-2-0. Ég er ekki á blaði, FM. Þú kemst á blað, ég lofa því. Já, góðan dag. Já, góðan daginn. Hvað fannst þér best af þessu? Herru, ég ætla allavega ekki, ég ætla að fyrir mig Rikka, fyrir ekki. Ok. Herru, ég ætla að gefa blöð. Hann er komin á blað. Náðu að væla mig á blað. Já. Ekki fyrst skipt sem að vælið á hvað 3-2-1. Annarkort er að tablan eða ég það fyrir sko. Já, það er bara hann. Takk fyrir að ringja vinnur og takk fyrir að hlusta. Við fáum hér næsta FM. 3-2-1. Halló. Halló. Hvað fannst þér best af þessu? FM. Sko, þetta var ekki keppni, Gilsari mann þetta. Já, guðni, góður. Það er frábært og takk fyrir að hlusta. Hvað er að liði? DJ Alligator er að pakka það saman. FM. Halló. FM. Góðan dag. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað fannst þér best af þessu? Ég sopnaði þegar Richard var að spila en ég varði að velja hann sko. Ok. Það er ekki komin á blað hann. Það er komið 3 púnta, shit. Það er 3-1. Það eru takk fyrir að ringja vinnur og fáið hér FM. Núna var ekki fá ákveð. Góðan daginn. FM. Halló. Hvað er að gerast hérna? Já, FM. Halló. Já, góðan blessa. Góðan blessa. Hvað fannst þér best af þessu? Herru, Blöðmann, farð þú bara heim. Skal gera það. Það þarf einhver annar á tökkunum. Kottu með lagið, humoristiðin. Sko, Rikki kom mjög sterkur inn en ég stend alltaf með mínu manni vöðingjana. Já, Herru, þá er ég búin að vinna þessa flottulega með laginu Suck on my lollipop. Herru, nú ætla ég að fá að segja eitt og Blöð, þú verður bara að taka þetta. Egið er búin að velja Suck on my lollipop í öllum flottulega keppnum, þá bara að banna þetta. Nei, hvað var stóttum með daginn? Buttercup eitthvað? Já, það var geggjalag, Endalisa Nights. Og Snoop Dogg með lagið Moves. Hér á þessum síðasta föstudegi marsmánar. Styttist í 1. apríl á mánudegi. Það var einhverju brandarar á mánudaginn. Já. Ætlaði að vera með eitthvað flip? Nei, það held ég ekki. Takk ég þátt í því 1. apríl. Gerðu eitthvað? Gerðu það einu sinni. Ekki lengur. Hvað komið þið með? Lítið einu sinni Kitta Páll sækja móta Granda og ég var þar ekki. Þetta geggja komið. Það er líka sko, maður á að láta eitthvað hlaupa. Verð aftur með það. Nei, hann er aldrei að fara að sem að sækja á Selfoss, sem að sitja í vesinni. Skáða með þér í því kameri. Maður ekki tekið fyrsta. Þeir báðir fastur á Selfossi, getur pikkað okkur upp. Rosalega líkt. Það er geggja kameri. Ég held að þú sérst öruglega svo lélegast að láta eitthvað hlaupa fyrsta. Já, ég er ekki með mér í þessu. En hvernig er helgin hjá okkur? Ætlaði að vöku okkur eitthvað? Já, róli, ég ætla að taka körfuboltamarathon í kvöld. Ætla að gegga Blondale? Er ég að gegga helgina? Nei, það er ekki helgina. Það sem ég grunaði, Michael Jackson er strax farin að hafa þessi áhrif. Það er ekki verið að bóka það lengur. Michael Jackson, hvað meinar það? Þú ert andlit Michael Jackson á landinu. Þú ert ekki að gegga helgina. Því líkt tilhjulun að myndi kom út fyrir nákvæmlega viku síðan. Og þú ert að gegga allar helgar sko. Fyrsta lagi er ég ekki andlit Michael Jackson í Íslandi. Við skulum taka það bara alveg strax tilbaka. Kæma það í fæðingu. Og ég er átt að vera skemmtur helgina. En við ætlum að taka upp sömu svo landi. Séði mæt og svið. Ég er að vistustýra næsta helgi. Hanskan. Það er geggja. Ég hef ekki dansað Jackson síðan í úrslita þætti Ísland Got Talent 2015. Ég var í salnum og það var geggja. Það er síðast að þá dansaði Jackson síðast. Þannig að slögt öll ljósi kom hanskinu upp. Tjöfull er það gott. Hvað gerur núna á giggunum? Þetta hættur að taka Jackson eða? Ég var ekki búin að dansa Jackson í 4 ár. Þannig að, já. Ég hef sér Blöð gera, hann er geggjaður. Herru, jæja, við ætlum að hætta að ræða andlit Michael Jackson á Íslandi og fara í auglýsingar. Svo er að spurningkeppni Gilsarans. Það er hvað? King of Gamli skólinn. Jésús. Grísadagar, pulled pork borgari, franskar og gós á 1490 krónur. Algjör grís til 31. mars á Dirty Burger & Ribs. Mörg ykkar voru getin hendur ljúfum tónum frá Robert Plant úr Led Zeppelin. Þið getið þakkað honum í júní. Miðasala á secretsolstice.is. La donne mobile
Það þarf ekki mikið til fyrir rómantískt kvöld. Smá hlýju frá þér og svo pizza Ristorante. Ristorante. Bragðast eins og á ítölskum veitingastað. Gott fólk drekkur góðan bjór. 20 handverksbjórar á krana. Brúdók Reykjavík, Frakkastíg 8A. Fermingarskraut og blöðrur. Partibúðin. Á þessu augnabliki, einhver staðar í heiminum, einhver að kaupa sér nýja Corolla. Það gæti verið hlaðbakur, Corolla Hatchback. Það gæti verið stallbakur, Corolla Sedan eða langbakur, Corolla Touring Sports. Mjög sennilega hybrid, en hver veit? Þetta fyrir allt eftir típunni. Corolla mest seldi bíl í heimi. Hún selst að meðaltal á 30 sekúndna fresti. Það einmitt tíminn sem það tók mig að segja þér frá þessu. Toyota. Það ryksuguhelgi í Elko. Þá eru allar ryksugur á 15% afslætti. Sjáðu allt úrvalið á elko.is eða í næstu Elko-verslun. Elko, einfallega lægra verð. Poppaðu upp tilveruna. Nóa Popsmellur nýtt og ómótstæðilegt súkkulaði húðað popcorn sem einnig fáanlegt með pipardutti. Grípandi smellur sem tyllir sér beint á topp vinsældalistans. Popsmellur, nýjasti smellurinn frá Nóa Sirius. Frí áfylling á kókið. American style. shelgason.is S. Helgason, steinsmiðja síðan 1953. Strákar, vissið þið að í Next má finna 40 ólíka típur af flottum herragallabuxum. Verð frá aðeins 2.990. Next, Kringlunni. Auðun Blöndal skyggnist inn í líf fremstu atvinnumanna þjóðarinnar. Ég búinn að elta nokkra íþróttum en ég hef aldrei séð svona. Þau eru Katrín Tanja. Mér langar ógeðslega mikið að vera best í heimi. Halldór Helgason, Sunna Tsunami. Þú gætir lamið með eins og harðfisk eða ekki? Ég færi leitt með það. Martin Hermannsson, Ólafía Kristinsdóttir og Rúrik Gíslason. Þú ert bara vélmenni. Atvinnumenninir okkar snúa aftur á Stöð 2 á sunnudag. Tryggður áskrift í síma 1817 eða bara á stöð2.is. Það eru Lotto og Hámark sem færa atvinnumenn okkar á Stöð 2. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. There's something in the way you roll your eyes. Takes me back to a better time. When I saw everything is good. But now you're the only thing that's good. Þetta er töffarinn Pink hér með lagið Walk Me Home. Íslandsvinnur með meiru. Fóru á tónleikarnir með Pink þegar hann var hérna? Já. Nei 2004 og deginum eftir, veistu hvað var þá? 50 Cent. Rétt. Fóru á báða. Alvöru helgi. Já. En það er eins og komið að hvað á maður að segja? King of Gamli skólinn. Ekki er þetta virtasti dagskrárliðurinn en hann er vikulegur og heitir King of eða spurningkeppni Gilsarans og það er Gamli skólinn í dag. Það er átt vesen að finna topic. Já. Og Hvað heldur þú sérspúnur með marga spurningakeppnir svona give or take? Allt og margar. Heldur margar sko. Það er að finna nýtt og nýtt koncept sko. Já. Svo hugsaði ég í morgun, ég aldrei með gamla skóla. Já, svo líka bara svo rosalega sterkt hjá þér. Þú ert aldrei með sömu spurninguna tvisvar. Nei. Þannig að það er alltaf glænýjar. sterkt hjá þér. Það er vel gert. Alltaf glænýjar spurningar. Hvað þú ert búin að spyrja oft hvort ég að fyrir þveng? Ég held að það sé orðið svona 30 sinum. Ég spyr bætinu við núna. Nei. Þannig að höfum ég með 11 spurningar. En er þetta eitthvað, þú veist, er þetta keppni sem maður vill minna? Er eitthvað töff að segja bara, herri, já, ég er King of Gamli skólinn? Er það ekki bara svona meira Er ekki samt alltaf gaman að vera gamli skólinn? Sko, ég held að þið metið það kannski. Og það margt alltaf er, sko, kannski jákvætt við að vera gamli skólinn. Margt kannski ekki. Þannig að þetta er svona... Gamli skólinn, það er þetta gaggrinnan. Þannig þú vilt meina að maður eigi að vilja vinna? Ég held það, já. Þetta er 75% mjög jákvætt. Ok. Ég veit ekki hver tekur þetta. Nei, ef þú ekki bara byrja á það og fá að vita hver vinnur. Þú veist aldrei hver vinnur. Jú, ég veit það yfirleitt, sko. Nú veit ég það ekki. Ok. Kanntu að opna Google Docs skjal? Já. Kann ég að opna Google Docs skjal? Já. Hvað meinar þau? Bara í tölvunni? Ekki punktur ekki, gamli skóli er ekki því, sko, hann að já, þú veit, opna Google Docs skjal og skrifa á svona sem er margir að séra saman og svona Excel skjöl eða... Já, ég kann það. Aha. Já. Viðurkenna. Já, þeir eru hvoruðið með punkt. Já, ok, maður ekki vilja að kunna opna það. Heldur að gamli skólinn segir því? Já, ok. Það fýblast með eitthvað Google Docs skjöl. Við erum í vinnu, Egil, sko.
Hefur sprengt í hádegin og virkum degi? Æ, guðum, góðum Jésús almáttur Hættu með sprengjur Please hættu því Þetta er svo óþægilegt út af Ég vil ekki vera bara associated with it Herru, Ég En jú, ég meina Já, þetta er já og mig Ég er búin að svara þessu áður Hvað er með næstu? Minnum á aftur að segja þér aldrei neitt Ok, það er báðið sprengt í hádegin og virkum degi Einmitt Endilega endur takt þetta ógeð Hvað er með næstu spurningu? Þetta fáið punkt Þetta er gamli skólin Já, þetta er gamli skólin Þú ert svo veitur maður Það er ekki Það næri ekki nokkur á Ég veit ekki að spyrja um oft hérna En hvað er að þér svona nákvæmlega? Mér var góðst að láta greina þig Gætur þú flísalagt heima hjá þér einnig hliðis? Nei, ekki glæta Jú Ég monta mig á að geta skipt Jú, Rikki, þú ætla ekki að vera flísalegja neitt sko Ég var að vinna sem múrari með pappa mínum Þetta geta allir flísalagtir ekki Við erum að tala um að vilja ekki koma heim til Hvernig var þú múrari? Pappi, afi og langa Þetta er allt múrar Þú ert engin múrari Pappi er bleksmiður, ég get ekki beikt ál samt og ég fengi miljard sko Ég var að vinna sem múrari frá ég var 15 ára til 20 Ok, ég verð að gefa Richard punkt Þegar gamli skólinn, hann flísalegu heimilagi sjálf Já, ég flísalegi bara undir eldursennitingunum bara síðust jól Í alvörinni? Já, þetta pappi með mér en við lögum þetta saman Hefur við kildur á sveitaballi? Já Punktur og blöð, það er gamli skólinn Nei, ég verður að hreinskilna þar, ekki á sveitaballi 2-2 En hefur Rikkin verið kildur? Já Þetta er dead tight Ekki á sveitaballi Akkur ástu kildur? Já, bara með almenn leiðindi Þú átti skiluð það ekki? Já, rétt rúmlega það Hefur þú sett VHS fullorðinsbóli í tækið og hristeinn? Veistu Ég ætla að fara að klára þetta, já Akkur þetta hlæja þig, þú er potið gert það sjálfur Já, punktur og Richard, það er gamli skólinn að vera með VHS-bóluna Já, það var ekki fyrra dag, sko Þú veist að maður tala fyrir svona kannski einhverju 15 árið síðan eða eitthvað Reyndar kæmur ekkert óvart að Rikki hafði átt eitthvað safnundir rúmið sko Já, 100% Ég get að lofa því að þú varst með sjónvarstæki og vídeotæki líka inn í herbyggjar og króknum blöð Nei, ég var ekki með það Ég hefndi ekki hana Jálfurinni? Ég hef bara gefn á því Já Punktur? Já Því líka veistla Frábær punktur Hörru, það er 3-3 Pappi hef átt hana sko Pappi með líka Spóluna? Erðu áfram Átt hann spóluna? Nei Vistu hvað hann var geimt og náður í það? Ég meira þess að það ég spóla alltaf á sama stað og ég byrjaði Þú hrifin okkur atriði? Nei, ég bara á svo hræddur að þetta myndi komast upp þegar á rúlingu sko Kannt að skipta dekki á bíl eða ringjur og byrjur aðstóð? Ég kann að skipta dekk á bíl Það er ekki hættu Já, þú ert bara að múra íbúðuna eina og skiptir dekk og Þetta er ég aldrei skipt dekk á bíl VHS klámsbólur og eitthvað Ákveður gefur hún ekki bara kórun Herru, gerir þú það ekki? Varst þú ekki að horfa klámsbólur og króknum með? Ég kann ekki að skipta dekk Kannt ekki að skipta dekk, blöð? Að nota tæknina, ringir eitthvað Já, ég hef ekki reynt orðan þannig Jú, ég myndi maður ekki berga sér Það er ekkert mála að skipta dekk Nei, þú mútið aldrei berga þér Hendum já á mig þannig Nei, þú hefur ekki gert það Nei, ég hef ekki gert það Þannig að ég get ekki gefið þér punktana En hvernig ég hef gert það, það hefur ekki sprungið Rikki er hreinskilin, þú hefur alveg farið riður úr ofan Rikki og skiptum dekk Nei, ég aldrei rifum úr ofan því að skiptum dekk En ég skiptum dekk Ég myndi seint rifum úr ofan með að skiptum dekk Okkur ættir að rífa þú úr ofan Nákvæmlega, hver ætti að vilja sjá það? En hefur þú rifið úr ofan? Hvað, við að skiptum dekk? Sko, það er 4-3 fyrir Richard Þetta er ekkert eðlilega spennandi Já, mér heyrðist nú bara Rikki að þetta skilir Sko, það er nokkar spurningur eftir, 4 eftir Hefur Gella sagt við þig eftir samlíf Vá, langt síðan ég fengi sprengingu af gamla skólan Ég get þetta ekki Ég bara elsku hlustendur Ég bið ykkur afsökunar Ég er með nafnið mitt á sem þætti sko. Nei, það er ekki dóttir Og munur ekki aldrei Ég held að þetta hefur bara aldrei verið sagt Bara í sögu kynlífs Bara hvergi Nei Ég held að það var aldrei neitt Hvort sem að það hefur verið karlmaður eða kona Snúið sér að maka sínum og sagt Herri, ég er aldrei fengið eitt svona gamla sko Þannig að þetta er bara við hvaða er sprengingu af gamla skólan Herru, það er nei Þetta er nei á báða Ok Langar þið að kasta upp þegar Gísli Martin byrjar að tala um reiðhjól?
Ég kann svo vel við Gísla, ég vil nú ekki kasta upp. Gamli skólinn ekki hrifna reiðhjólun. Ég keypti mér nú hjól síðasta sumar, þannig að ég verði að sjá leið þetta. Búin að hjóla fullur eða? Já, það er nú ein ástæðan fyrir keypti mér hjól. Hjóla fullur, það er í lagi. Ég hjóla oft í braggan og svona, fekk mér kannski 2 blöð hjólar. Þannig að þá fór það ekki punkt. Ég ætla ekki að segja kasta upp, en ég er ekki hrifin á hjólum. Punktur á Richard, það er sko Rikki er ekkert eðlilega góður í þessu. Já, Rikki er alveg rosa töff. Hann horfir á klámyndir á Vaffa og S, hann rífur svo úr ofan og skiptir dekk og ælir þegar Gísli Martin tala hjól. Váka á töff, Rikki. Ég sagði ég var ekki að kasta upp og ég reif mig ekki úr ofan. Sko, þetta er Sko, Rikki er að pakka saman. En ef við tökum síðustu, hefur komin í eld og segið með þér, hættu að fá að borða og sprengt í staðinn. Rikki, þú ert king of gamli skóli, til hann ekki með það. Ekkert eins og hjartað, nothing breaks like a heart hér á þessum fína föstudegi, það er 29. mars, klukkan er korter yfir 5. Það var eitthvað sem er svo óheppin að vera ekki kringum klukku og það styttist hér í sturla staðrendir og fleira, en ég vil minna á að það er rosalegt kvöld í kvöld á Keiluhöllinni. King Siggi Hlö er DJ-a þar í kvöld, þannig að ef þið er ekki búin að ákveða hvað það ætla að gera þá mælum við með því að kíkja á Sigga. Maður getur bólað og hlusta á Sigga Hlö á sama tíma. Já, ég kíkti þeim í Keiluhöllinni í gær og sá vinn minn Sveppa sjá risabingo. Ég fór þangað, djúvöld að það gaman maður. Já, þú vannst þú fórstar. Já, Vannst ekki iPad? Jú, ég kom hann inn og kom hann inn eins og Hollywood-stjarna. Nei, það gerður þér ekki. Bingo var byrjað. Keypti mig spjald bara upp á gannið. Og vannst ekki iPad? Jú, og það var í fyrsta drafti var byrjað, þess að bingo var byrjað og ég var að setja svona inn tölunar 2 mínútur seinna, bingo. Það fyrst ekki hostile crowd, þetta hljóma sem þú verið fixed. Ég er lagamæður hana. Það voru margir mjög ósatt Ég myndi halda að Richard að þetta verið fixed. En það var ekki. Ég hef líka aldrei á ævi minni séð mann jafn ánægðan að vinna iPad. Rikki fagnaði eins og hann að vinna bíl. Af því ég hef aldrei unnið neitt í lífinu. Já, þú veist. Nú gengur allt upp hjá þér, sko. Já, það er allt í gangi að Rikki núna. Reyndar að selja bimman. Já, ég er svona að skoða það. Ég var að skrifa undir bara í dag að var að köpa nýja íbúð. Já, til að hafa mikið með það. Takk hérlega. Já, ég sé að bíla útsalan í Keflavík sér bílinn hjá Richard. Já, þeir ætla að losa mig við hann. Hvenær flyturðu? 1. júní. Og búin að selja hérna? Já. Í a luxury apartment. Já, ég hlakka mikið til. Hvert er þetta að flytja? Herru, ég er að flytja í þína gamla gömlu götu, Álkonukverið. Já, ok, það er gott að vera. Þú ert í góðum málum þar, en herru, við skuldum víst Þú var að bjóða okkur félagunum komin í the luxury crib. Já, þeir færi bara beint út á pall og ég ætla að henda okkur góðum hittara í gang. Rándýrt fyrir liði sem er að flytja í þína gömlu íbúð, það er margt búið að gerast þar. Já, þar var eldhúsatriði. Sem betur verið búin að selja hana. Þar var eldhúsatriði. Vita þau það? Herðu, ekki auglýsingar? Corolla Hatchback, Corolla Sedan eða Corolla Touring Sports. Núna með kraftmiklu hybridkerfi. Meðan veröldin hendist áfram, hvaða kost velur þú? Ný Corolla. Haltu ferðinni. Veldu hybrid. Toyota. Nú eru sófadagar í Tech og Habitat. 10-40% afsláttur af tungusófum, hortsófum, leðursófum, já bara öllum sófum. Tech og Habitat, Skógalind 2, Kópavogi. Skópartí í toppskónum allan mars. Falinn fjársjóður af öllum flottustu merkjunum. 50-80% afsláttur. Toppskórin Smáratorgi og toppskórin Grafarholti. Lunga kynnir, Hatari, GTRN, Bríett, Goss, Young Nico Drippin, Bagdad Brothers, Kælan Mikla og fleiri koma fram á tónleikum Lunga dagana 19. og 20. júlí næstkomandi. Tryggðu þér miða á tix.is. Smirnoff kynnir Sóna Reykjavík 2019 dagana 25., 7. og 7. apríl í Hörpu. Hæ, Hallbera landsliðskona í fótbolta hér. Ef ég er ekki ennþá búin að sannfæra þig að borða á Walk-On, þá veit ég ekki alveg hvað ég á að gera við þig. Walk-On, Borgatúni 29, Smáratorgi og Mathöll Höfða. Hollur og ferskur asísku matur. Milljónir helgina? Frábær hugmynd. Spilaðu með á næsta sölustað á netinu eða í nýja Lotto-appinu sem er komið í loftið fyrir allar gerðir snjallsíma. Lotto, leikurinn okkar. Nú mega páskarnir koma.
Nói Sirius. Vinsælu bandarísku Kent reiðhjólin fyrir alla fjölskylduna eru komin í Bíkó. Biljardbarinn. Fyrir vinina. Biljardbarinn. Faxafenni 12. FM 95 Blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttur. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we can't have the party cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like. Hér á þessum föstudag, Close to Me. En já, þið getið bara að brosa því að það komið að virtasta dagskrálið FM 95 Blöð frá upphafi og eini liðurinn fyrir utan slúðrið sem hefur verið frá byrjun, eða frá hvað, 2011. En þjóðin eitthvað að tala að spurningakeppnin sé orðin virtasta? Nei, það er engin minnst á það. Er þjóðin eitthvað að minnast á það? Nei, það er eina skipti sem ég skammast mér fyrir að vera í þessu þætti. Það er spurningakeppni Gilsæðinsins. Þú baðast afsökunar fyrir hönd hlustendaðan. Ég gerði það. Rikki vann 6-3. Já, Rikki er greinilega gamli skólinn. Þó að sé yngri, þá var hann svolítið af gamla skólan. Hann var hellingur þarna sem að Rikki, hann komur óvart, hann skipti dekk og múra heima á sér og FHS-bólur og bera ofan og eitthvað. Hvernig er þetta með Sturlar, er ein horseman here? Já, það er það góður í þessu, það er ekki fræðilega að sjá þetta lengur. Jó. Þú sökkar í þessu byrjun. Það er, ég veit ekki hvort ég er nógu lúmskur í dag, en við tjekkum að hvort þið fattið það og hvort það hlustendur fattið það. Það er ein sem er hrossaskítur og við ætlum að byrja þetta. Það eru til yfir 3000 orð á ensku yfir að vera drukkin. Og 3000? Já, ógeðslega mikið. Og fekk mér til að hugsa, það er, veist, eins og Íslandi, hvað er mölvaður, ofurölvi. Já, þetta er svona 6-7 orð. Blekaður. Já, það er nú meiri, en við náum ekki alveg 15-20 eða. Já, líklega 15-20. Já, en í Bandaríkjunum að þá er yfir 3000 orð. Það er ekkert smá mikið, maður. Ég kann nú ekki mörg. Það er svolítið mikið. Getur þetta verið manure hjá Blöð? Heldur það? 3000 orð. Ég verið að vera í glasi. 3000 orð. Já, ok. Hefur Blöð maður verið með horse manure í fyrstu? Getur verið taktíkjón. Getur verið að leika sér að setja hann í fyrstu. Næsta, engin skordýr, eða hvorki skordýr né dýr halda meira fram hjá maka sínum en kóngulær. Og kóngulær eiga vist maka. Það var eitt sem ég vissi ekki hana. Það er eiginlega bara styrtu starrend líka. Það er eignast maka fyrir lífstíð og fara sem bara í það stóð ekki, en í aðra kóngulær. Já, það eru mikið fyrir framhjöld kóngulær. Þannig að ekki verið svo kónguló eða út í sambandi. Svo er það næsta og þetta fannst mér svolítið áhugavert. Döðsföll í kringum 9/11 í Bandaríkjunum jökust nokkur þúsund því að fólk ákvaða að keyra í stað þess að fljúga. Þess að dagan eftir var miklu fleiri bílslys og þetta er eitthvað bara, þetta er ágætt fyrir þig að heyra ekki úr svo flugrættur, en það er mun öryggara að fljúga heldur en að kera. Já, eins og ég segi ég er ekkert eitthvað brjálaslega flugrættur í dag, en ég myndi ekki stíga um borð í Maxwell-arnars. Nei, það nú er að laga þær. Já, verið að laga Maxwell-arnar hjá Íslandir. En Airbus æfintir okkar er búið þegar Vá er. Já, það var líka svo hljóðlátar. Já, heyrist ekki hljóðinni. En málega satt með Íslandi er, og ég var að gefa það skýta á hann. Þau eru undan með það sem bara hrósaði fyrir góða þjónustu og TV í sætinu. Já, og ekki það ég ætla að fara að auglýsa Ísland er hérna eitthvað, en mér finnst það bara yfirbyrða flugfélag sko. Já, ég viðurkenni það, alltaf því ég farið með Ísland ég hef aldrei orðið fyrir vonbrigðum. En málega samt, Vá var alltaf að dreifa iPads. Já, veistu okkur er ekki dreift iPads í Ísland að þú ert með systemi fyrir fram að þig sko. Það er horfa næsta, Saddam Hussein, þessi er hræðileg, en Saddam Hussein, hann brendi einu svona 20 sportbíla svona síns sem refsingu fyrir að drepa 6 manns og skemmtist það. Alveg heilbrigt svona pappa, fadur og sonur hérna sambandi eitthvað. Segð þetta einu svona. Saddam Hussein, hann brendi 20 sportbíla hjá sinni sínum sem refsingu fyrir að drepa 6 manns og skemmtist það. Það hljómar svo léli líi, en vantarlega það er rétt. Ég blöður ekki fyrir að búa þetta til. Ég get alveg lofa eitthvað því að þetta var ég ekki að búa til. Svo er það næsta, þessi geggjuð, ég hugsaði þetta í þín Rikki, ég veit ekki hvað. Hamstrar geta borið halva þyngd sína í kinnunum þeir eru með mat. Út af þeir ekki eins og hamstur. Akkur kom ég. Vistu þér lítið út þessu hamstur? Nei, bara, nú er ekkert að reyna að vera leiðilegur, það reður vel upp í því sko, þú ert að borða. Já, það er glæpur það? Nei, það er engin glæpur, bara ég að segja það verið glæpur þó að myndna á hamstur. Það er bara mjög krútlegt. En þeir geta borið, hvað ert þú þungur, Rikki?
Í dag? Já 87 kíló 87 kíló, það var eins og þú væri með 44 kíló í kinnunum. Varst ekki 95-6 daginn? Já, ég var 98 þegar átaki byrjaði. Wow Búin að taka vel að sig allir. Þú veit, búin að tæta þér. En það var eins og þú væri með 44 kíló í kinnunum þú út að borða. Skil ekki. Já. Það er magnað. Það er mjög magnað. Áður en ískapurinn var fundinu upp settum menn lifandi froska í mjólkina til að halda henni ferskri. Já, það er ógeðslegt. Tjúfið það er ógeðslegt. Þú vona þetta sé það manure. Já, það er erfitt að segja hvað manure í dag. Mjög erfitt. Og hér kemur einn fyrir þig einn síðasta. Og Sylvester Stallone, hann þreif ljónabúr áður en hann var frægur. Er það ekki einhver harðasta vinna sem þú getur fundið? Jú, þetta er líklega ekki manure. Nei, þetta er Ég sé að fyrir mig þarna, ekki á lager sko. Þetta er næstu svalar heldur en að vera bara movie star. Hvað gerir þú? Ég þrýf ljónabúr. Já. Hann er alveg Við grjótast. 3 vorum á lager. Ég var í IKEA, Rikki var rúmfattalagarnum og þú varst á Vörð blöð. Já, góði dagar. Þrýfa ljóna 3 hörku lagamenn. 3 hörku lagamenn. Nei, en það er bara geggjað að vera á lager. Ég kunni mjög vel við það. Þá er þetta komið, hvað af þessu hrossaskítur? Maður fyrir recap, ég múst gleyma öllu 3000 orði yfir að vera drukkin á ennsku. Pása, það er manjur. Köngulæðir halda framhjá, döðsfelli kringum 9/11 jöku, Saddam Hussein þetta með svon sinn, hamstrar borða geta geimt hálfa þyngd sína í kinnunum, ískápurinn þetta með froskana, Sylvester Stallone. Ég ætla að segja hérna hamstrarnir. Ég átti hamstra allt mitt líf og ég sá það alveg geima en það var aldrei hálf þyngdið þeirra. Sástu ok. Já, sá það. Þeir voru að geima forða, þú veist, en það var aldrei hálf þyngdin að þeim. En þú segir þessi kæfti að þú segir Ég myndi einhvern veginn gargar á með það sko, þó að sé, það lúkja svo slæja unni við þetta, þetta sé annarkot Stallone eða sé 3000 orðan, ég ætla að segja 3000 orð. Stallone, hann vann við það að, þrýfa ljónabúr. En kóngulær, þær halda ekkert meira fram hérna. Þú veit þetta góður í þessu. Ég er að verða helviti naskur, ég verða að viðkynna. FM 957, það er Oris, Kanye West og Jay-Z. Hversu góð var þessi plata, maður? Já. Þeir mætti alveg henda í aðra. En eru þeir ekki einhver óvinnir í dag? Þeir eru ekkert að vinna saman og ég held að sé einhver pirringur þarna á milli. Já, sem er leiðilegt. Gæti bara ekki verið meira sama. Í alvegni. Óris og Kanye West, já. Hrein íslenska hjá Richard. Já, ert þú ekki Jay-Z maður? Það er hann á gamla skólan. Já, reyndar, það er búið að koma í ljós að Rikki er af gamla skólan. En ég minna aðtunum okkar sem eru á sunnudaginn, svo ég nái nú að plugga því hér aftur. Og við byrjum á Halldóri Helga og hann þátturinn klukkan 20:08. Má ég spyrja blöðum sem að Halldór Helga, sem ég var að segja þannig, ég er spenntast yfir þeim þætti. En er Halldór Helga bara svona rockstjarna í þessu sportiða? Já. Var fólk að þekkja hann í brekkunum og svona? Allir að byggja mynd, ég var einmitt að segja þetta í viðtölum daginn að hann kom mér mest óvart kom mér mest óvart hvað gaurinn er huge, hann er súperstjarna. Hvert sem að vera það? Já, bara, en ég var náttúrulega með honum í svona skíðabæjum og þá voru bara allir að kalla Helgason og allir að byggja myndir og hann bara, þetta er eins og að ferðast með allir menn. Líka flott í yfirskegg. Já, hann er svolítið svona ábyrgandi með sítt hár og rosa mottu, hann fer ekkert fram hér sko. Er hann að stoner eða? Næ, ég held að hann fái sér eina doobie. Já. Ég kem nú eitthvað inn á þættinu, men nei, ég held að það sé ekki að stoner. Nei, ég held að það sé bara í grasið þá. Ok. Ég veist að því að maður svona sér svona ávist, hann er að ferðast út allt. Já. Og hann er að fá borga fyrir að sína ykkur á listir. Já, hann er bara búið til myndir. Þetta er, ég lofi ykkur því að þið verða ekki fyrir vonbröð með þáttin á hann er á Sunn, síðan, hvað er þetta margir þættir? Total 6 þættir. Ok, hver er aðrir hérna? Við byrjum að Halldór Helga, svo kemur Katrín Tanja eftir það og hún var geggjuð. Þú talar um að hún var bara eitthvað mest íþróttamaður sem þú séð? Já, bara mesta keppnismanneska sem ég bara, hún æfir 7 tíma á dag. Er hún sterkar en þú það? Já, miklu hreistari sko. Já, hún er bara nöytsterk. Já, og svo fyrir við Rúrik, viltu hafa verið þriðið þáttur? Geggjað. Varstu með Rúrik út á götu, eins og það sem hann er, í Sandhausen? Leiðir svo piece of shit blöð, þú ætti að labba mér út á götu. Já, ég verði að viðkynna. Það eru allir ljótu við hliðin á hann og fallegt fólk fær bara betri afgræðslega. Hugsaður bara, ég er að piece of shit. Ég hugsaði ekki að ég var í piece of shit. Ég hugsaði bara, ok, þetta er góð þáttur og ég ætla að reyna að spjalla við hann. Ég stóð ekkert við hliðanum og hugsaði bara, ég er piece of shit. Var hann stoppaður á öllum út á götu? Nei, hann var ekkert stoppaður á öllum en margir svona byggðu mynd og fær hann fyrr afgræðslu og svona bara? Já, það er líka bara, hvernig tala við hann og allir brosa til hans og eitthvað. Ég ætla að, hann býr í a bubble
Hann Rúrik Bara a beautiful man's bubble Það væri hræðilegt að hann myndi fara út úr henni og bara fá að kynnast the real world En eins og með Rúrik og hugsaður ekkert á einhverju tímapunkti getur þú gefið mér einhverja sentimetra á þessu hári sem þú ert með það? Jú, ég hugsaði örgulega Þú erum búin að hafa með 2-3 bjóra Því hann er með allt og mikið hári Hann er með þetta niður á rassjó Já, þú veist það er þetta snúinu við og moppa heimilega hans með honum bara óþólandi og svo syngur hann líka og það kemur í þættinum hann á 4 gítara og geggjaður söngvari Líka söngvari Jésús, fær engin breyka Þetta er óþólandi sko Það er ekkert vesið fyrir hann að búið til dollar en hættur í fótbolta sko Nei og það kemur líka í þættinum að sko umbósmaðurinn hans í dag var umbósmaður Naomi Campbell Þannig að hann er ekkert, hann er að fara all inn í bransan Þegar fótboltaferillin er búinn þá verður hann ekkert á flæðiskeri stattur Nei og það kemur líka fram í þættunum sem er mjög áhugavert Ég tek viðtal við hana og hún segir bara að hann getur orðið jafn stór á Beckham Það sé bara þannig, það er allir að biðja hann að koma í, hann verður huge og er eiginlega verða huge Ég væri hann, ég myndi retire í fótbolta núna og færi bara beint í male modeling En nú langar mig að vita, svo er það Ólafía Þórunn Já Þú ert náttúrulega búin að spila með mér mikið golf og hún pakkar þetta saman Ég er að greatest golfer of all time að þinni sög Alls ekki Já sko Rikki er svo besti sem ég spila með þar til ég spila með henni Ég skal alveg gefa það Rikki með 5 í fórgjöf og geggjar í golfi Hann er eins og trúður við hliðin á Ólafíu Þar er hann að class clown Hún er rosaleg sko. Hún er svo ógeðslega góð í golfi Það er bara grín sko Enda eins og Rikki sagði pirraði þegar ég var að segja hann þetta Hún er líka atvinnumaður En varst að góla með henni eitthvað? Já, tókum 2 hringi og það var bara alveg sama hvað ég stóð Ég er alltaf að spurja hana, ég veit ekki hvað mikið að þið kemur fram í þættunum En við stóðum einu sinni einhverja 160 metra frá hólunni Ég spurði hvað eru þið sátt við núna? Nei, við erum svona 130 metra frá Hún bara, hérna ætti að vera svona ekkert mikið meir en 3 metra frá Ég er bara, guð minn góður Svo sló hún, þetta var bara one take Hún var rétt rúma 2 metra frá hólun Þetta er bara þar og þú vorst í salati Já, ég fór að leita Vel pirraður En sko, þá mér er líka ógeðslega áhugavert Því að við höfum aldrei verið með golfari í atvinnumönnum okkar Að hún vil meina að það eru allir sem eru að keppa þarna og sem eru með þeim bestu Þau eru eiginlega jafn góð í golfi Þetta er bara hausinn Já, þetta er bara 95% bara hvernig er hausinn að þér Og þeir sem eru bestir í golfi eru bara með góðan haus alltaf þeir eru mæti mót Þetta er bara Svo missa hausinn að kemur í mót Já, þau kunna öll að slá eins og hann segir Og geta allir sett kúluna Hún hefði kannski ekki sett kúluna 2 metrum frá hann verið að keppa í móti eins og hún gerir svo lettilega þegar ég var að bara taka upp Engin pressa og eitthvað svona Og hver er þáttur nummer 5? Það er Martin Hermanns, körfuboltamaður Og hann er geggjaður, það held ég eftir að koma líka fólki óvart Bara hversu stór og góður hann er í körfubolta sko Hann er að spila bara hver einustu viku fram á 20.000 manns og er bara besti maðurinn í liðinu og þeir eru með þess að konur í úrslit núna og held ég undan úrslit í Euro Hann er í Berlín eða ekki? Já, og hann er geggjaður svo endi á Sunnu Tsunami og það er eini þátturinn sem við hefum eftir að taka upp því að það var búið að fresta bardaganum hennar Við áttum að búin að taka Sunnu en við klárum tökur í apríl Hvað er þetta ekki? Ég held ég sé að vera Vegas Já, umlögt Myndi hún berja það svo drastlið sem þú ert eða? Já, hún farið lett með það Vildi leiðist að fara í vinnu fyrir ága? Já, verst að það er samt ekkert gaman að fara til Vegas og vinna Ég vil fá kasinublóðu þarinn Nei, þá er ég búin að íðalega þáttinn með handetturinn Þú ert að hlusta á FM 95 Blu Á FM 957 Red Bull kynnir Auður, afsakanir Útgáfu tónleikar í Gamla bíói 29. mars Miðasala á tix.is Kollagen er mikilvægt byggingarefni fyrir vöðva, liði og húðina. Nú getur þú gefið líkamannum þínum þetta dýrmæta prótein úr hreinu íslensku hráefni með nýjum og hressandi drykk. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust. Norðanfiskur einfaldar eldamennskuna fyrir þig. Eru með úrval sjávarfangs og tilbúna fiskrétta klára í ofnin. Humar, rækjur, lax og margt fleira. Sendum hvert á land sem er. Norðanfiskur. Langar þið að fá ísbjörn í húsdýragarðinn? Já, mig líka. Þangað til það gerist, þá læt ég Walk-on duga. Walk-on. Borgatúni 29, Smáratorgi og Mathöll Höfða. Hollur og ferskur asísku matur. Let's get it started. Everybody here, everybody. Black Eyed Peas koma fram á Secret Solstice í júni. Miðasala á secretsolstice.is 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar. Nú eru grísadagar. Bættu beikoni á borgaran þér að kostnaðarlausu. Algjör grís til 31. mars á Dirty Burger & Ribs.
Slitsterkasta gólfefni sem völ á. Veldu Epoxy fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið. epoxygolf.is. Glútenlausir pizzubotnar. Black Box Borgatúni. Það hefur aldrei verið auðveldara að horfa á Stöð 2. Þú getur hort í sjónvarpinu, tölvunni, símanum, já, líka í sumarbústaðnum. Kynntu þér málið á stöð2.is, í síma 1817 eða bara í næstu verslun Vodafone. Vinsælu bandarísku Kent reiðhjólin fyrir alla fjölskylduna eru komin í Bíkó. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Létt. The Pretty Shining People með George Ezra. Þetta í fyrsta og síðasta skipti sem það verður spilað í þessum þætti, ég get lofað ykkur því. Fullir virðingu fyrir Rikka og þeim sem velja tónlistina hérna, það var þetta lag ógæslegt. Ég er búin að beða blöð að ekki vera rakkan við tónlistina hérna. Nei, stundu verður bara að vera reynskilnir. Þarna hægðu þér. Já, ok, þetta er kannski ekki full hart til orð að tekja að setja svo ógæslegt lag, en það er engin föstudagur í þessu. Nei, og ætlaði því að lækka í þessu. Fólk er að hlusta okkur félagana, sippa á rauðu eða meitt kaldan og þú keirir þetta. Já, ekki ég, þetta skrifast á Rikka. Já. En það er komið að dagskrálið sem heitir Myndur fyrir Cash. Yes, og ég sé hann. Það er Egill Einarsson eins og það heitir sem sér hann í dag. Þetta eru 3 spurningar, ekki? Ég er mjög peppaður. Það eru 3? Já. Eins og alltaf? Já, það eru 3. Já. Ertu eitthvað viðbjóður eða bara? Nei. Ekki nokkuð þægilegu bara? Já, þetta er svona, kannski ein type. Ein type, ok. Það er ekki bara henda mér í þetta? Jú. Ég held að það sé bara ekki eftir einu að bíða. Það er engin trailer eitthvað svo leiðis? Nei, var til trailer fyrir Myndir fyrir Cash? Jú, það er hérna. Það er vilt eftir trailerinn. Ok, spilum smá á hann. Thank you. I'm gonna ask you a question. Nei, þetta er vitlaust trailer. Skeit þetta. Þú drullar að setja réttan trailer á? Ekki held. Á gríns. Þeir eru allir eins. Nei, þeir eru ekki eins. Hérna er hann ekki. Egill Einarsson vil meina að það mikilvægast í heiminum sé cash. Það er ekki heilsan eða fjölskyldan. Og ef ykkur langar í splunkunni en Jaris og ekki cash, þá þetta er lélasti trailer sem ég heist. Þessi ekki ekki öður? Nei. Samanlega því. Ég finnst að ég vera trailerar fyrir alla dagskólið. Bara hvernig einasta dagskólið. Já, ef við gerum hann, ekki þú. Þá er ég til ég. Þetta er sama bara. Ef það væri trailer fyrir alla dagskrálið, þá myndi þátturinn bara fara í það. Já, eins og heyrið kæru hlustendur, þá er hann ennþá í gangi. Hann er ekki búinn sko. En við ætlum að byrja dagskrálið því að klukkan fyrir að verða 6. Endur 3 spurningar og þetta er athyglisvert. Ok. Aldrei aftur hádegiskynlíf á virkumdegi fyrir 18 milljónir. Já. Ég tek þessar 18 milljónir bara til líka að losna við þig ógeðið. Þetta er ekki svona fyndið sko. Og þú ert alltaf að tryggja það að þið verður aldrei sagt neitt eitt. Það er líka árið ár síðan. Ég ætla að taka þessar peninga líka. Eða? Ég er aldrei heim í ándeginu hvort það er. Það er svoleiðis. Það tækju allir hennar pening. Það er ekki svo verður að gera það í hátegi. Þetta er eitthvað rugglar. 18 miljónir, ok. Trailerinn ennþá í gangi bara svo veitir það sko. Og er það eðlilegt að við líka. Ok, sko. Ok, fyrir hérna. Ég hafði gaman að þessu. Sko, nú er álfur upphæð. Já. Fyrir 100 milljónir. Já. Nú þarf að menna að leggja höfuð breyti. Það er eitthvað sem að breyti lífið með 100 milljónir. Væru til að lendi því óheppilega atviki að setja penisunar í glory hole, fá þar jafl, en sjá svo, þú var lappar út af salerninu, að pappiðin var á salerninu liðinu. Til að mikið með ógæslestu spurningu í sögu FM 95 blöð. Þetta er ógæslestu sem ég heilt þetta. Veistu, þetta er bara nei. Þetta er bara. Ég myndi ekki gera það fyrir biljard. Og fyrir utan það, hvenær ætti ég að fara í eitthvað glory hole með okkur yfir salerninu? Þetta er eitthvað rugglað. Þú veist, ég get ekki sagt neitt sko. Ég get sagt eitthvað, ég ætla að segja nei. Sko, vinur minn sem vinnur í bankagernum í Íslandi og er above average gráður, sagði að það var í glory hole á Hressu. Hæ? Já, það er glory hole þar. Hvað þeir? Ég er að segja sem að sagt um mig. Hérna, það er bara allegedly. Allegedly, já. Þá er glory hole þar, ég veit það ekki. Ég er ekki stund, ég er hættur að party. En þetta er samt. Þú hættur að party? Þetta er ekkert með partying að gera. Þetta er bara ógeðslegt. En þú veist, þetta eru 100 milljónir. Þetta eru 100 sko. Rikki er hugsað út í þetta. Nei, ég ætla að segja nei. Þetta er viss? Já. 100. Já, vá, mjög létt nei. Ég veit ekki hvort væri líklega að pappið mér væri hinum en að ég fyrir framan sko.
Við erum báður alveg lausir við glory holes sem betur fer. Herru, kláraði hennan ógeðslega dagskáliðin. Ok, neðurleg í lógin. Myndirðu jafla Valtibjörn fyrir 5 miljónir? Nei, þetta var í síðasta sinn sem þú skerðu þennan dagskáli. Það er bara þannig. Þú lestu veikir maður. 9-5 blöð hér á FM 957. Klukkan 10 mínútur í 6. Það er nú ekki mikið eftir í okkur drengjarnum. Nei. Þetta er fljótt að líða en þetta er búið að vera gaman í dag. Já. Rikkin búin að standa sig eins og hit segna. Hvað er helgin hjá okkur? Ég ætla að taka basket marathon í kvöld á sportinu. Það er tvíhöfði. Já, herðu, mínu menn skítu í gær á heimahalli maður. Töpuðum hvað, 20 stöðum. Hvað er að gera þessu leikjum í kvöld? Hvað breyti $1 í 2? Ég held að, svona ef ég á að vera alveg hreinskilinn, þá held ég að Njarðvík klári mína gömlu menn í samanlega. Ég held að Grindavík vinni í kvöld. Njarðvík vinn. Ég hugsa að Stjarnan klári. Ég veit ekki, það var gaman að Grindavík myndi vinna. Sammála að Njarðvík sé að fara að henda í að win. Ég held að Njarðvík loki í kvöld. Og hvað er Þór Tindastóll á morgun? Já. Svo er Svaða umferð í ensku deildinni. Ef þið eru ekki búin að ákveða hvernig að horfa á leikina, þá mælum við með að sjálfsögðu Shaken Pizza eða Keiluhöllinni. Þar eru nokkrir risaskjáir og hvað er ekki, Tottenham Liverpool á sunnudaginn? Jú, Liverpool Tottenham á sunnudaginn. Það er alveg leikur. United Watford. Já, á morgun klukkan 3. Það er bara veistlega framöndan. Blöð, það er búið að afbóka því í Veststjórnum helgina. Nó, ég átti ekki að vera veislustýra, ég átti að vera í tökum núna. Já, út af Jackson. Já, þannig dansaði Jackson. Auðvitað, ég glemdi því að ég er andlit Michael Jackson á Íslandi, eins og ég lorðaði það svo skemmtilega hérna á hann. En þú veit, hvað var til að taka smá mús fyrir mér núna? Jackson mús? Já. Ég er góður. Það er þreytt fyrir að þetta atriði sé í gangi, þú ert geggjaður í þessu. Þegiðu. Ég er ekkert mennin leiðandi. En já, herru, svo náttúrulega minn ég, eins og ég er búin að koma inn á hér áður í þættinum, minn ég á atvinnumenn okkar, þeir byrja á sunnudaginn og það er Halldór Helgason og það byrjar 19:40. Ekki voða ykkur að missa það. Líka störum að ræða að Ævar Gudmundsson og Amma. Já. Og hann er að fara að taka vodka Red Bull í kvöld og hann elskar það. Sko, ég einhvern á Íslandi drukkið meira vodka Red Bull heldur en Ævar Gudmundsson. Nei. Svo verður hann aldrei þunnur. Já, það er alveg magna. Það er það sem ég ætla að segja. Ég og Ötti vorum eins og svona heppnir að fá að fara í golfferð með hann til Búlgaríu. Já. Og svona 4. 5. degi af 7 þá var maður svona orðin, fór maður svona að verða minn og minni með tímanum. En ég velda, strákur ekki bara sláða sér við kæruleysi í kvöld. Það er ekki til jákvæðri gæi. Ívar Guðmunds er besti ferðamáti sem þú getur fengið. Hann er alltaf til í allt. Ekkert vesen. Nei, ég man, það var held ég síðasta kvöldið. Jú, það var síðasta kvöldið. Það voru allir svona eitthvað þunnir og þreyttir og ég var búin að segja við Ívar, þetta var ógeðslega fyndið. Við vorum að koma úr gólfi og ég segi við hann, þetta er Sönsa. Ég segi, herru, það verður ekkert gert í kvöld maður, Guðmund góður, en ekki að ferðast þunnur á morgun. Nei, ég sammála, það er bara, það er vitleysa að vera að ferðast þunnur, maður á ekki að gera það. Herru, svona kvöldið, þá voru búin að borða og eitthvað, það komið smá rauðvín í sköllótta kroppinn og ég segi við Ívar, hvað á maður að taka á því í kvöld? Já, það er ekki bara, það er ekki síðasta kvöld. Hann er alltaf til í allt sem þú ert að segja. Það er svo geggjað að ferðast með svona manni sem er alltaf reddi og ég var að út að hlusta til hamingjum í daginn, þú ert snillingur með þeim skemmtileg sem ég kynst. Það er ekki flóknara. En það er annar útastmaður sem er, ég væga sagt, raining shit á King Heiðar Östmann. Okkur er raining shit. Það hann var í aðgerð og meðan Ívar Gudmundsson er having hell of a day þá er Heiðar Östmann lega hræðilandar. Nú okkur. Því hann liggur upp á sjúkrahúsi, hann var í aðgerð. Nei, hann er ekki upp á sjúkrahúsi, hann er komin heim. Nei, ok, hann er komin heim. En okkur er raining shit on him. Út af því að hann var í aðgerð. Eitthvað alvarlegt eða? Kveðslits aðgerð. Já, og ég var að sjá Instastory hjá hann, hún líður hræðilega og ég ætla bara að segja, Heiðar Östmann, ég elska út af lífin og að hlusta, geggjar útastmaður og sexy líka, aldrei gleyma. Það er, kveðslit er píning sko, það er ógeðslega það er nú samt ekki það alvarlegasta sem getur lent í sko, með fullri vinningu verið Heiðari sem er heima núna að slappur sko. Ástæður Heiðar Östmann. Ég meina það er fólk að berjast við erfiðari hlut heldur kveðslitið á Íslandi núna sem er að hlusta sko. Þannig að við bara óskum öllum allsins besta og eigi góða helgi. Kæru hlustendur, við verðum mættir hér aftur næsta föstudag í Fanta Feeling. Eigi góða helgi og Ívar skemmtuði vel í kvöld og þetta hlusta ef einhver á það skili. Drengir, takk fyrir daginn. Takk. Fyrir félagana, fyrir stoltið, fyrir klúbbin. Potturinn stefnir í 180 milljónir helgina. 1x2 laugardagar eru langbestir. Nóa páskaeggjin vor að lenda. Gjörið þið svo vel. Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius. Martin Garrix, Black Eyed Peas, Robert Plant,
Rita Ora, Pussy Riot og svo miklu meira. Secret Solstice. Miðasala á secretsolstice.is. Framundan lokaslagur í ensku úrvalsdeildinni. Hverjir stíga upp þegar mest á reynir? Vertu í besta sætinu og tryggðu þér áskrift að sportpakkanum á stöð2.is í síma 1817 eða í næstu verslun Vodafone. Stöð2 Sport. Besta sætið. Stúdentakjallarinn kynnir í samstarfi við Túborg og Red Bull. Uppistandsýningin Meistari Jakob. Bjórtill, kokteil af bjórætt. Það ekki eitthvað fyrir þig? Bastard, brúpub og matur. Nú eru sófadagar í Tech og Habitat. 10-40% afsláttur af tungusófum, hortsófum, leðursófum, já bara öllum sófum. Tech og Habitat, Skógalind 2, Kópavogi. Loksins komið app sem gerir okkur betri í hverju sem Nýja Lotto-appið komið í loftið fyrir allar tegundir snjallsíma. Lotto, appið okkar. Það ryksuguhelgi í Elko. Þá eru allar ryksugur á 15% afslætti. Sjáðu allt úrvalið á elko.is eða í næstu Elko-verslun. Elko, einfallega lægra verð. Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró. Poppaðu upp tilveruna. Nóa Popsmellur nýtt og ómótstæðilegt súkkulaði húðað popcorn sem einnig fáanlegt með pipardutti. Grípandi smellur sem tyllir sér beint á topp vinsældalistans. Popsmellur, nýjasti smellurinn frá Nóa Sirius. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. Ég veit hvað ég ætla mér, engar líkur á að ég muni hætta. Ég leita að svörum, við sjá hversu hátt upp við förum, standandi á mínu svölum. Nótin blinda tilfinningarnar og nótin þar sem við stefnum. Stökum saman milli hindrana, okkur langar svo við testum. Stundum forðust við hvort annað, gerum hluti sem að má ekki. Hef ennþá mjög mikið að sanna, sé eftir hlutum sem ég sá ekki. En alltaf stöndum við eftir, þó við týnust í myrkrinu. Finni hver sem ég stefni, því ég veit eina sem ég hugsa þú.